Ja, Lalli, það var svolítið svona rússibann í dag. Þið komið þarna tilbaka og gerðu leik út úr þessu. Hvað vant? Ef við vorum bara í endaspilti, hvað vantaði til þess að þið myndu klára þetta? Eitt stopp yfirbútt. Við sögðum það bara, þegar við vorum 5 mínútur eftir, þá sögðum það bara planið, ef þeir skora ekki að sem eftir þá vinnum við það. Og svo náttúrulega kemur smá skjálft í þá, þeir eru að verja fórustuna, það er svona dæmigert og við byrjum að hitta. Svínhitta. Og voru nálægt í. Það var svona þrýsturinn frá Kára, hann slökkti. En sko, ég meina, auðvitað átti þeir skilið að vinna þennan leik. Það var svona, við grófum okkur aðeins holu. Við tókum smá áhættu með Gamla og Hjálmari, hann setti 3 og Eikóks 1. Þannig að það voru svona sístu skíturnar sem setti 4 þrista í byrjun 3. Og þá var þetta svona komið í 20 og við vorum svona ekkert alveg á okkar leik. Við náðum svona að hanga í þessu. Ég var nefnilega alveg vissum að við myndum vinna leikinn ef þetta væri 5 mínútur eftir og það væri bara svona 5-8 stiga munur. Það var kannski bilið var kannski aðeins og breytt. Ein auka mínútu og þá var þetta komið? Jafnvel sko, mér fannst við reyndar kannski vera svona, við erum aðeins fáliðaðir sko, þannig að við vorum kannski svona aðeins meira á, við vorum á bensín Guðvónu sko, við vorum ekki bara varatankum, en ég meina strákarnir bara eiga allt róskilið, þeir lögðu allt í þetta, bara líf og sál. Þú veist, ég meina þetta er annar 50 leikurinn hjá okkur, þú veist, 2 úr róteringu niður, það er alveg smá, svona, það er smá erfitt. Og þeirra bara hrós skilið, skilur. Það hefði verið svo auðvelt fyrir þá að koma inn í kvöld einhvern veginn og bara sætta sig við ósigur. Það er einhvern veginn þessi karakter búin að vera þannig í allan vetur og við vorum í fallseti í janúar og mér fannst svona einhvern veginn, ég veit ekki, það er gott að hafa svona 2 lefti að Dabba og Emil í liðinu sinni sem að þeir gefa bara aldrei upp. Þeim var alveg sama þegar við vorum í fallseti, það var alltaf bara næsti leikur. Við verðum bara að finna ykkur lausn. Getum við breytt liðinu, það var aldrei eitthvað, þetta er þessum að kenna eða eitthvað svona, bara áfram gakk. Og ég held að sé rosalega mikið þeim að þakka að við erum í 5. leik við Val í undanúrslitum í staðinn fyrir að vera að fara að keppa í fyrstu deildinni þetta. En þessi, já, bara við förum í þessa vegferð, bara í áttina að undanúrslitunum. Var þetta erfitt? Var þetta erfið vetur? Já, veturinn var gríðarlega erfiður. Hann var rosalega erfiður og erfiðleikar, þú lærir á það. Það var náttúrulega, við fórum í Evrópukeppni, fyrsta skipti þessi klúbbur. Það er rosalega lærdómlegt í, þú veist hvernig við erum að hafa okkur, þú veist bara allt í kringum það, hversu góða mannskap þú þarft að fara með í svona Evrópukeppni. Vissum samt fyrir Evrópukeppnina eitthvað svona, þú veist, að búið að breyta einhverjum reglum hjá KKÍ þannig að við vorum alltaf konum með einhverjum útlendingar sem við gátum ekki spila saman. Við þurftum einhvern veginn að bregðast við því en gátum ekki breytt í fyrir tímabil út af því við vildum ekki fara með eitthvað glata lið í Evrópukeppni. Þannig að við hugsaðum, við verðum að gera breytingu í landsleikjaliðinu. Svo náttúrulega líður og biður og við erum 5-0 og þá erum við bara ok, nú við þurfum bara að gera eitthvað. Og 5-0 og næstu 2 leikir voru sko Valur útivelli, Keflavík heima. Það stefndi allt í 7-0 í deildinni. Þannig að svo gerum við breytingar, Vinni kemur inn í þetta og við förum svona að spila þokkalega. Við þáttum að vera að spila svona bara mjög góðan sóknarbolta. En það vantaði svona eitthvað svona upp á vörnina en þú veist, við náðum aldrei einhvern veginn að ná okkur alvöru takti en við fannst strákarnir aldrei mjög svo trúna. Svo í janúar gerum við eina breytingu viðbót, Jordan kemur inn í þetta og hann einhvern veginn fannst mér svona binda saman vörninni á okkur. Sóknin hélt áfram að vera góð, svona batt vörnina og var olía á sóknina. Þannig að kom með svona meiri fjölbreytni, svona með honum á Fótiós og svona kom með svona aðra víti í sókninni á okkur líka. Þannig að sko, mér fannst við vera komið með öll bústispilin og svo förum við í 8. úrslit á móti Haukum á móti gríðarlega góðu liði. Liði sem allir held að við ættum að vinna en það var engin tilvíðun að Haukar voru 3. sæti. Fyrir með 5 leikja seríu móti þeim og þú veist, þetta var svona eins og allir vita, þetta er svona meðstu seríu hjá báðum liðum. Við missum Pablo út í lokin, Stimmi fyrir 2 leiki, þú veist, og Pablo er handabrotin eftir þessa seríu. Svo förum við þessa seríu og þá erum við, þú veist, 1 maður niður, eru komnir 2-0 yfir og þá veikist Vinni og Jordan veðist svo í leik 3. Ef og hefði,
Það er auðvitað að segja eitthvað svona, það hefðu þeir alveg getað unnið fyrsta leikinn ef Eiklúks hefði verið með þeim hér. En svona, við vorum svona svolítið komnir með það eftir 2 leiki, en þú veist, þeir náttúrulega frábært að þeim að koma tilbaka og vinna þrjá leiki. Þannig að þú veist, jú, erfið tímabil, rosalega lærdómsríkt og já, bara eitthvað svona kjarni í liðinu og liðið sýndi það gefst aldrei upp og það sást bara í lokiðinu á þessum leik. Þú talar þetta ef og hefði, þetta eru hlutir sem að þú getur ekki stjórna, þú getur ekki stjórna veikindum, vinni eða meiðslum Jordan Eppur. Nei, þetta er svona, ef þú ætlar að vera Íslandsmeistari þá þarftu þess að meistaraheppni og meistaraheppni var bara ekki með okkur. Ég veit ekki hvort um Unni Val eða Pablo og Jordan hefur verið með, en það er alltaf meiri líkur á því að við varum að fara að keppa tindastólum titlum. Talar Davíð og Emil, bara líka að vera með heimamenn sem að, þú veist, geta einhvern veginn stýrt þessu á hliðarlínu og inn á líka. Já, bara, þú veist, gefa líf og sál í þetta og svo er þetta bara líka, þú veist, þegar þú ert komin í djúpa holu, það er rosalega erfitt. Ég óska engum að byrja næsta tímabil 5-0. Það er rosalega erfitt að grafa sig upp úr þeirri holu. Þú veist, bæði þá vilja lið oft tvístrast, menn kannski vilja bara fara að gera eitthvað annað eða fara í einhver önnur lið eða eitthvað svona. Þannig að þeim var þetta bara aldrei spurning. Ef við hefum fallið, þá hefur þeir bara fallið með okkur. Þú veist, þeir eru bara þannig karakter. Bara, þú veist, í aðdragandi í þessu leik, það var líka svona framanleik eins og allir lausir boltar, öll frákustu féllu með Val. Hvað var þetta eitthvað orkuleysið eitthvað? Nei, ég held að þetta sé bara, þú veist, okkur skorti bara smá íþróttamennsku undir körfunni. Þú veist, og ég held að það hefði bara verið málið. Kannski við með aðeins minna á tanknum, getur verið eitthvað svoleiðis, sko. Og já, og það kosti á okkur þennan leik og síðasta leik, það voru sóknarfrábærstir Val. Aðdraganda leiksins, bara viðtöl þess að þú talar Kristófer Eikóks, er þetta eitthvað sem þú sérð eftir? Ég bara, þú veist, get ekki sagt til hvort að hann hafi gert eitthvað viljandi eða ekki. Þannig að það er bara best að hver og einn dæmi fyrir sig. Þannig að ég er bara búinn að biðjast afsökunar og bara, þú veist, bara gleymum þessu máli, bara tölum um hverju. Tók hann afsökunar um beðinni? Já, hann gerði það. Bara framtíð Styrmir og Tómas Valur, býstu við að þeir verði áfram á næsta tímabil? Já, Tómas Valur verður allavega áfram, en ég vona að Styrmir fari í atvinnumennsku, annars á hann 1 ára til samning. Hann er bara það góður? Já, hann er bara það góður og hann á bara að taka næsta skref og okkar bestu íslensku strákar eiga að vera að æfa og spila sem atvinnumenn. Og íslenska deildin sé svona orðin hálf atvinnumanna og er þetta bara öðruvísi. Þú ert bara að hugsa körfubolta. Þetta er á Íslandi, það er alltaf eitthvað annað sem togar yfir. Getur ekki bara verið körfubolta. Hvaða lið verður Íslandsmeistari? Vá. Mér finnst svona Valsarar eru komnir í svona fína takt, en ég held að það verði erfitt fyrir að vinna Króksvarna. Takk fyrir.